Góðan daginn. Daginn. Eru þetta að taka svo 2 myndir? Já, eitthvað fleira. Nei. 600. Já. Herðu, ég glemdi vöskinni minni. Takk ég nokkuð við sæði. Já. Hérna glas. Heyrðu, fyrirgefðu. Áttu nokkuð föt fyrir kengúrur? Nei. Rasisti. Býtu, áttu þér ekkert heldur eða? Nei. Kom bara, hættum þessu. Aphrodisios. Clitus. Erectus. Forngríkir. Alexander hefur sigrað Anatólíu, heyri ég. Rétt er það, Aphrodisios. Ætlun hans er að sigra alla Asíu og elskast við alla drengi sem hann setur í hrelkunni. Hví hlærð þú Erectus? Bara það, Clitus, að sama hversu marga asíska drengi hann á eftir að elskast við, þá mun hann aldrei komast nálægt þeim drengjakosti sem ég hef nýlega áorkað mér. Latios! Ofan í með þig. Eins og þau vitið, forngrísku félagar, hafa orrustu mínir Þrakíu gengið afar vel. Nýlega sigraði ég borgina Filippíu og eignaði mér bæði auð og mannauð borgarinnar. Þar á meðal einn ljúfan lítinn ástardreng sem nú er nýjasta leikfangið. Megum við sjá þennan ljúfling? Að sjálfsögðu. Testikles! Elska að vera fólki. Mun Erectus elskar sér Testikles? Mun Clitus glíma við Sophus á næstu Ólympíuleikum? Sjáum við það í næsta þætti af Forngríkir. Hérna sjáu þið fyrir framann ykkur 3 ungar telpur og þær hafa núna staðið aðgerðalausar í 17 mínútur. Takið eftir því, nú blanda ég fyrst efninu inn í aðstæðuna hjá þeim. Takið efnið úr kassa B20 og farið með þið til rúmstofu 7. Til rúmstofu 7, staðfest. Takk fyrir. Fylgist nú vandlega með. Meðaltíminn þetta samröfin á sér stað eru 35–40 sekúndur. Nú já, hérna. Þetta er bara nýtt met. Varla 15 sekúndur þær eru byrjaðar. Eru upptakan ennþá í gangi? Hún hætti aldrei. Gott. Það er mjög gott. Já, þetta er bara. Brjóstum og sannast vandlega. Velkomin á Íþróttarásina, hér eru æsispennandi 5 leikar að fara að hefjast og nú er Pítur Rúsin, Slobodan Júspević að byrja.
Já, þetta eru Magnusspor. Já, hann gerir þetta glæsilega sko. Hann er þrefaldur Evrópumeistari. Þarna er þjálfarinn hans Valentino Vargas. Orðarómar hafa gengið að hann hafi eitt síðustu 3 árum í að fullnægja danssporin. Jú, hann er búinn að æfa sig, búinn að vera með stranga þjálfun. Já, þetta var frábæðilega vel gert hjá hann, frábæðilega vel gert. Endaði hann með arabesku og 2-faldir Van Damme fléttu. Og Valentino er sáttur með hann, já, hann fær góða einhvern. Þeir eru mjög sáttir, dómararnir líka. Þetta er vafalaust góð framstæði hjá hann. Það var á Íslandingunni. Já, það er að Sigfinnur Guðmundsson og hann er úr Skagafirðinum. Hérna þjálfarinn hans, Hjálmar Sigfús, það er víst einhvers konar leyni aðferð sem hann er að nota. Það er spennandi að fylgjast með þessu. En byrju, hvað er þetta? Hann sest bara á gólfið. Hann er með fötu. Er þetta KFC-fall? Já, mér sýnist það. Virðist sem að Íslendingar hafa eitthvað misskilið æfingar með borða því að hann situr bara á gólfinu og er að borða. Hann er svolítið ekki að æfa sig með borða, hann er að æfa sig að borða. Já, aðeins Íslendingar náttúrulega getur misskilið svona sko. Þetta er svona fagmannlega gert hjá hann. Já, þetta er græslega gert hjá hann. Þetta er vel borðað. Og hann klárar þetta fagmannlega. Já, hann getur svona ekki fengið góða engu af þjálfarinn sáttur. Þetta er augljóslega sem átt að gerast. Já. En hann er ekki að fara að fá góða engu fyrir þetta. Nei. Enda segja að þeir eru vonsviknir sko. Gefa dómarinn puttan sig. Þetta er samt sem á Íslandsmet. Hérna er til karlkyns útgáfa af sömu tilraun. Já, reyndar er það til. Það tók nú dálítinn tíma, 8 gráður, svo að koddar virka ekki alveg öfsun á litningin. En hins vegar náðum merkilega góða niðurstöðu með því að láta það hafa kúrekahatta og tjald. Ég aðstæða þig? Já, ég átti hérna tímapantan hjá Frikka Kemp. Bara fylla þetta út og setjast annað. Kallar ég eitt smá? Já, takk. Okej. Alkoholismi. Okej. Já, sjálfsögðu. Æ, Daði, hættu. Daði, hættu. Mér finnst bara ógeðslegt að ríða þegar Rósa frænka er í heimsókn. Drulla þér út. Daði, við getum hvort þið ekkert riðið. Af hverju? Af ég er á túr. Velkomin aftur á íþróttarásuna. Já, hér er að byrja leikur milli Albaníu og Þróttar í Reykjavík. Ég veit nú ekki alveg af hverju þeir ákvaða að spila. Já, þetta er mjög spes fyrirkomulag sem þið fengið. Hvernig Albanía getur spilað við Þrótt Já. er svolítið skrítið. Þetta er svolítið ójafnt örugglega. En dómarinn er mættur og... En hvað kemur á þessu kasti? Já. Þetta er óðægilegt. Áhörundur eru ekki sátt með Nei, þetta. það er engin sátt með þetta. Hver réði eiginlega Two-Face sem dómara? Sæll. Já, þú ætlar að búa til bíómynd. Já, eða þú veist, er það ekki draumurinn? Já, við skulum kíkja hérna á það. Já, þú ert með hérna Sifja, Spell, alkoholism. Já, heyrðu, þú hefur meldt hérna óvart við sögutráður, persónusköpun. Þetta er eitthvað sem ég skil ekki, þú verður að útskýra þetta. Já, sko, handritið sem ég skrifaði, þetta er svona plottdrifin ástarsaga sem hefur smá krydd af satíru en líka smá svona hint af komískum thriller. Býtu, nú skil ég ekki alveg.
thriller, plott-drifin. Hvað, þú ætlar alltaf að fara að tengja saman senurnar, búið til söguþráð og vera með einhverja persónulega sköpun. Jú, sko, málið að markmið mitt að gera svona edgy mynd sem bæði fær áhorfendur til að hugsa og gefur hann líka svona skemmtanagildi í leiðinni. Skemmtanagildi? Veitu, ekkert þunglyndi í þessari sögu? Jú, en bara í kringum miðjuna. Síðan blessast allt í lokin. Já, þú ert nú helvíti djarfur. Veist ekki að við búum á Íslandi? Jú. Íslendingar vilja ekki eitthvað svona edgy bull. Mér datt bara í huga að kannski breyta hans til. Ég meina, þú veist, mér finnst íslensk kvikmyndagerð. Bara afsaka þess að segja þetta, mér finnst það frekar einhæf. Mundu bara regluna SN3. SN3? Svartsýnt, sorglegt og stefnulaust. Og ef myndin þín hefur ekki allavega að tventa þessu, þá hefur bara engan áhuga á því. Því miður. Sko, Baltasar, þjóðargersemi Íslendinga. Þetta maður sem getur búið til sorglegar grenjumyndir og hann sá eini sem getur gert myndir með einhverjum sögutræði sem fólk borgar sig inn á. En bara hann getur gert það. Hvað með ég breyti bara, ég get látið plottið gerast í Breiðholtinu, bætti kannski tilgangslausu nektarsenu, jafnvel rifrildi. Ég get líka bara sleppt plottinu. Já, má bjóða kaffi. Shit, sko. Ég bara búinn að vera í algjöru rugli í kvennamálum núna. Já. Ég virðist ekki geta náð mér í neina stelpu. En þú ert myndalegur og sætur. Ég bara flottur og allt, en bara það virkar ekki hjá mér. Hvað ertu að gera? Ég er búinn að reyna allt. Til dæmis síðustu helgi, þá gerði ég allt. Ég reyndi að bjóða þeim upp á drykk. Erum að ég bjóða upp á drykk? Herra, ég drekk ekki. Nei, ég reyndi pick-up línur. Ég er bara að hringja bara á lögguna, ég er ólægt að vera svona sæt, það. Vá, þetta var lélegt. Virkaði það ekki? Virkaði ekki. Og svo reyndi ég mér að segja bara hæ. Hæ. Láttu mig vera. Ok. Það virkaði ekki neitt af þessu. Hvað var að gera? Ég veit. Sko, þetta þarf ekki að vera svona flókið. Þú verður bara að fara í náttúruna. Þú verður að fara í grunneðlið í okkur. Okay. Sko, ég get sent þér hérna YouTube-vídeó og þá skilur hvað ég meina. Ok. For over 3 million years, the mating dance of the Bunschneider bird has been the greatest spectacle of nature since the forming of the stars. The dance attracts females of the Bunschneider bird for miles around. Okay. 99 of 100 mating dances culminate in successful mating. Sko þegar ég talaði við Gumma, þá var það, þú veist, á föstudaginn, sagði hún. Ok, og hvernig, þú veist, hvar er þetta? Hefur það að fara? Já, vætir. Þú veist, þetta getur alveg svolítið jam, sko. Já. Ok, stelpur, sorry, en ég verð að fara með hún heim í kvöld.